Kæri hlustandi, vertu velkominn á þessa slökunar og hugleiðslu stund. Ekki hlusta á þennan disk við akstur ökutækis eða við annað sem að krefst fullrar athygli þinnar. Þessi stund er hugsuð til að nota að kveldi, en auðvitað getur líka notið hennar á öðrum tíma dagsins. Það er svo gott að kvöldi að taka smá stund til að draga andan, kyrra hugan, já, slaka aðeins á áður en við förum að sofa. Þú getur setið í góðum hægindastól eða bara lagst út af í rúmið þitt. Þessi stund tekur 40 mínútur með tónlistinni. Njóttu hennar. Sjáðu til þess að þú verðir ekki fyrir truflun þessa stund sem þú slakar á, og það er bara snilldin ein að setja mið á hurðina sem stendur á slökun í gangi. Það hefur gefist mjög vel. Vertu nú viss að slökkt sé á símanum þínum. Það er ekkert sem getur ekki beðið þessa mínútur sem þú átt í slökun og vellíðan. Slökun og vellíðan sem færir þér fríð og ró. Fríð og ró. Komdu þér nú eins þægilega fyrir og þú getur. Sjáðu til þess að höfuðið hvíli án áreyslu, hvort sem þú situr eða liggur. Þú ert einstök manneskja og ég hef trú á því að slökunin og hugleiðslan sem þú stundar færi þér betri tilveru og meira jafnvægi og yfirvegun í daglegri tilveru þinni og ekki síst í dýpri og betri svefni. Slökun og hugleiðsla er æfing. Við verðum alltaf betri og betri með tímanum. Já, við erum nefnilega að æfa okkur í að anda. Við erum að æfa okkur í að slaka á líkamann. Slaka á vöðvum líkamans sem stundum eru svo spenntir og stífir. Eftir dagsins amstur eða kannski vegna veikinda eða þó bara vegna þess að sumir dagar krefjast meira af okkur en aðrir. Þegar við förum með jákvæðar og styrkjandi setningar á þessum stundum erum við að senda ljós og uppbyggilegar hugsanir inn í framtíð okkar, og það styrkir okkur og hjálpar okkur í líf okkar og í raun í allri okkar tilveru. Annað sem er líka gott að gera, og það er að teygja á líkamanum. Sumir teygja á morgnana, eftir æfingar í ræktinni eða að loknum vinnudegi. Við þurfum bara jógadínu og þá erum við klár, og það er auðvelt að verða sér út gott teygjuprogram og byrja hægt og rólega. Mundu að alltaf þegar þú slakar á að hafa munninn hálfopinn, neðri kjálkan lausan, hafa bil á milli varanna, þannig að komi tungun á milli. Hafðu hendur niður með síðum og olnbogana aðeins bogna. Við skulum nú taka smá stund í að slaka á líkamanum og tökum nokkrar önduræfingar til að undirbúa okkur. Andaðu að þér 1, 2, 3, 4. Andaðu frá þér 1, 2, 3, 4 og hvíla 1, 2, 3, 4. Andaðu að þér 1, 2, 3, 4. Andaðu frá þér 1, 2, 3, 4 og hvíla 1, 2, 3, 4. Andaðu að þér 1, 2, 3, 4. Andaðu frá þér 1, 2, 3, 4 og hvíla 1, 2, 3, 4. Andaðu að þér 1, 2, 3, 4. Andaðu frá þér 1, 2, 3, 4 og hvíla 1, 2, 3, 4. Það var gott.
Andaðu nú að þér í þínu takti, hægt og rólega og ekki of djúpt. Og nú förum við að slaka á líkamanum og huganum. Hafðu augun lokuð í ró og friði. Við byrjum á höndunum. Slakað á höndum og fingrum. Slakað á höndum og fingrum. Já, finndu hvernig slaknar meira og meira á höndunum og fingrunum. Það slaknar á höndum og fingrum meir og meir. Já, hendurnar eru alveg slakar og alveg róleg. Hugsaðu nú andlitsvöðvana. Slakaðu alveg á andlitsvöðvunum. Já, finndu hvernig slaknar meir og meir á andlitsvöðvunum. Friður og ró færist yfir andlit þitt. Friður og ró. Og ennisvöðvarnir eru alveg slakir. Já, ennisvöðvarnir eru alveg slakir. Beindu nú huganum að hálsvöðvunum. Hugsaðu nú eingöngu slökun í hálsvöðvunum. Láttu alla spennu í hálsvöðvunum leysast upp og hverfa. Leysast upp og hverfa langt út í buskann. Og beindu þínast huganum að bakvöðvunum. Ef þú finnur fyrir spennu eða samdrætti í bakvöðvunum, finndu þá hvernig slökun færist smá saman yfir bakið. Já, bakvöðvarnir slaka meir og meir á. Þeir eru alveg rólegir. Öll spenna og allur samdráttur leysist upp og hverfur. Leysist upp og hverfur langt út í buskann. Hugsaðu nú brjóstvöðvana. Stundum finnum við fyrir spennu í brjóstinu og þegar það gerist gott að staldra aðeins við og anda. Já, anda nokkrum sinnum inn og út og hvíla alveg á milli eins og ég kenni þér hérna rétt og eftir. Það hefur virkað vel fyrir mig í gegnum árin. Ef þú finnur fyrir spennu í brjóstvöðvunum, þá látt hana leysast upp og hverfa langt út í buskann. Finndu hvernig slaknar meir og meir á brjóstvöðvunum. Hugsa því næst kviðvöðvana. Láttu kviðvöðvana slaka meir og meir á. Já, kviðvöðvarnir slaka meir og meir á. Finndu nú hvernig efri hluti líkamans slakar meir og meir á. Friður og ró fylla alla veru þína. Núna skulum við gera öndunaræfingarnar okkar nokkrum sinnum til að fara í enn dýpri slökun. Slökun og ró. Dýpri slökun og ró. Andaðu að þér 1, 2, 3, 4. Andaðu frá þér 1, 2, 3, 4 og hvíla 1, 2, 3, 4. Andaðu að þér 1, 2, 3, 4. Andaðu frá þér 1, 2, 3, 4 og hvíla 1, 2, 3, 4. Haltu nú áfram að anda að þér í þínu takti, hægt og rólega, hægt og rólega. Beindu nú hugann að fótunum. Slakaðu á fótunum. Slakaðu á vöðvunum í lærunum. Slakaðu á vöðvunum í kálfunum og slakaðu á vöðvunum í ganglimunum. Já, finndu slökun koma yfir fætur þínar. Já, fæturnir slaka meir og meir á og þeir eru alveg rólegir. Nú slakar efri hluti líkamans á og neðri hluti líkamans slakar á.
og öll spenna og allur samdráttur í líkamanum að leysast upp. Já, hann leysist upp og hverfur langt út í buska. Stundum þegar við slökum á og hugleiðum eigum við erfitt með að kyrra hugan. Hugsanirnar rekast hver á aðra. Reyndu að sjá það leysast upp og horfðu eftir þeim hverfa langt upp í heiðan heiminin. Því það alveg nægur tími seinna til að takast á við þær. Núna ert þú á öruggum og góðum stað og þú ert að slaka á. Þetta stundin þín. Já, þú átt þessa stund, hún þín. Núna ætla ég að kenna þér aðra öndunæfingu sem virkilega góð til að nota í slökun og hugleiðslu. En hún líka virkilega gott veganesti inn í daginn okkar. Ef við lendum í aðstæðum sem skapa okkur spennu, þá það mín reynsla að hún hjálpar. Hún svona. Andaðu nú djúpt að þér, haltu andanum niður í smá stund og andaðu svo frá þér og segðu í huganum friður og ró, friður og ró. Andaðu að þér, halda og andaðu nú hægt og rólega frá þér, friður og ró, friður og ró. Finndu hvernig losnar spennuna í líkamanum. Skulum gera þetta einu sinni enn. Andaðu að þér, halda og andaðu nú hægt og rólega frá þér, friður og ró, friður og ró. Fyrir nokkuð síðan kom iðnaðarmaður, góður vinur minn til okkar, til að setja nýja útidyrahurð á húsið okkar. Hin var orðin lúin og gömul og það blés inn með henni á veturnar og hún lag þegar rigndi. Svolítið eins og ástætt var fyrir mér þegar ég var að slíta baskónum í edrúmennsku minni. Mig vantaði sárlega að gefast upp hið innra og vinna sporin af heilindum og fara eftir því sem sponsórinn minn á þeim tíma ráðaði mér. En það var ekki fyrir mér hafði liðið illa í langan tíma, eða rúm 2 ár, að ég gafst upp og bað og þáði hjálp og tók við okkar einfalda og góða prógrami og fór að vinna það markvisst. Og þá kom batinn, smátt og smátt inn í líf mitt. En vikið nú aftur að iðnaðarmanninum góða. Ég horfði á hann fara margar ferðir út í bílinn sinn að sækja sér verkfæri hvert af öðru sem að þurfti við vinnu sína þá stundina. Ég kíkti inn í bílinn og sá að hann var með allt sem að þurfti til, hafa með öll þau verkfæri sem þörf var á. En þá kem ég að hinni andlegu verkfærikistu okkar. Hvernig fyllum við hana verkfærin sem duga til að hjálpa okkur þegar það þrengir að við líf okkar, þegar við mætum mótlæti, þegar erfiðleikar knýja á dyr okkar. Reynsla mín sú að eiga þó ekki nema vasafylli af auðmýkt, rækta samband sitt við æðri mátt samkvæmt skilningi okkar og honum, vinna sporin með góðum sponsor, viðurkenna vanmátt okkar af einlægni, við þín hjálpa öðrum til bata, eiga heimadeild og eiga nokkur símanúmer góðra félaga í símanu sínum, gera áætlun á morgni dags og fari við liðinn dag að kvöldi heiðarlega, fari við það sem betur mátti fara og telja svo upp allt það jákvæða og sofna þannig í þakklæti. Með þessu til dæmis fyllum við verkfærakistuna okkar og hún og verður til staðar fyrir okkur þegar við þurfum virkilega á henni að halda í líf okkar. Því líf okkar svo margbreytilegt, þar sem við þurfum að takast á við ýmsar áskoranir á daglegum grunni. Og nú, kæri hlustandi, þú að slaka á. Þú ferð í dýpri slökun. Hlustaðu nú á tónlistina, láta hana flæða huga þinn
og alla veru þína. Ég ætla að fara núna með nokkra styrkjandi setningar fyrir daginn í dag og dagana sem eru framundan í þínu lífi. Og ég bið þig að hafa þær yfir í huganum og eftir mér. Ég læt ánægju, gleði og þakklæti fylla líf mitt á hverjum degi. Friður, ró og æðruleysi fylla líf mitt á hverjum degi. Á morgun ætla ég að leitast við að fá andlegan styrk. Andlegan styrk sem gerir mig að betri manneskju. Ég þarf aðeins að lifa einn dag í einu. Ég ætla að gefa mér kærleika til þeirra sem ég mæti á morgun. Ég ætla að gera einfalda áætlun að morgni dags. Ég ætla að fara yfir liðinn dag að kveldi. Þakklæti, friður og ró fylla líf mitt á þessari stundu. Ég ætla að temja mér auðmýkt hjartans. Ég ætla að koma vel fram við samferðafólk mitt. Ég ætla að rækta samband mitt við minn æðri mátt samkvæmt skilningi mínum og honum. Ég ætla að leitast við að vera flekklaus í orði. Ég ætla ekki að taka þátt í baktali. Ég ætla ekki að taka neitt persónulega. Fólk getur átt erfiða daga. Trú mín á sjálfa mig og mína góðu eiginleika vex meir og meir. Ég ætla að muna að ég þarf ekki að hafa skoðanir á öllu sem gerist í kringum mig. Trú mín vex meir og meir. Ég ætla að gera mitt besta í öllum kringumstæðum. Ég ætla að eiga góðan, ljúfan dag á morgun. Ég ætla að eiga góðan, ljúfan dag á morgun. Gleði verður í lífi mínu á morgun. Gleði verður í lífi mínu á morgun. Og nú skaltu fara í huganum á einhvern fallegan, kyrrlátan stað út í náttúrunni sem þú átt minningu, góða minningu. Þar sem sólin skein og heyrði suð í flugunni, kannski ár niður, lítill lækur, fegurð, friður og ró. Farðu í huganum á þennan stað og leggstu í grasið og finndu sólina verma andlit þitt. Já, finndu sólina verma líkama þinn. Og þarna liggur þú með hendurnar niður með síðum. Þú liggur í grasinu. Þú finnur ilminn af náttúrunni fylla við þig.
Ég ætla að sofa djúpum, djúpum, nærandi nætursvefni. Ég ætla að sofa djúpum, djúpum, nærandi nætursvefni. Góða nótt. Takk fyrir samveruna. Sofðu vel.